gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, nú ætlum við að skella okkur í myndlist og fara út á Suðurnes. Þar sýning í gangi sem forvitnileg og þær eru hingað komnar til þess að ræða eins Hanna Styrmisdóttir sem sérfræðingur í stefnumótun og sýningastjórn í listasafni Reykjanesbæjar og Helga Þórsdóttir sem safnstjóri. Velkomnar. Þetta liggur við að þessi sýning sé eiginlega tengist bara fréttum dagsins? Hún gerir það. Þetta eins og sýningastjórinn Jónatan Habib sagði. Í rauninni þá má líta á þetta sem dokumentu að einhverju leyti. Þetta ótrúlegt in vitro, annað verki sem þarna til sýnis. Það gert 2019 fyrir Biennalen en Larissa, henni var boðið að fara fyrir hönd Anna árið 2019 og smiðirnir sem að setja þetta upp, þeir trúðu ekki, þetta hefði verið gert. Það verið gamalt verk. Já. Af því þetta lýsir samtíma atburðum. Þetta ótrúlegt. Það sýnist til dæmis, það kemur flóð og yfirborðið í rauninni bara tekið alveg í burtu. Það eru bara rústir einar og það ekki hægt að lifa á yfirborðinu. Og það gert með flóði og það gert með vopnum og það gert með ýmsu. Þó að hún setji þetta í form vísindaskálskapar sem einhvers konar leið í rauninni manneskjunnar í hennar stöðu einhvern veginn til að setja, ég myndi halda eitthvað á milli sín og atburðuna og hver hún og sem listamaður af því að annars þá byrjar við bara að segja frá án þess að listin komi til sögu. Það þarf að vera listkennd líka og hún notar vísindaskáldsöguna einhvern veginn til þess. Eitthvað sem gæti gerst, en hún jafnframt að segja það sem að gerast. Já, þú getur haldið hún var í völva. Hvað þú lýsir þessu, þetta vídeóverka? Þetta er eins og bíómynd? Þetta er bíómynd. Þetta er bíómynd? Já, hún búin að gera fullt á svona stuttmyndum í rauninni, Ekki kannski fullar í lengd, en þetta er cinema, En Larissa Sansor, hver það? Hún fædd í Bethlehem. Hvað segir við? Hún sætt í Austur Bethlehem, 73. Já, akkurat. Og hún náði sér í rauninni alveg ótrúlega sögu sem að hún hefur gert myndum, meðal annars. En af hverju að setja sýningu í Reykjanesbæ of all places eins og maður veit. Þú bara veist ekki hvar Reykjanesbær langmest töff. Pönkið þar. Og þar af hverju að setja sýningu hjá ykkur? Vegna þess að ég sá þetta verk á Biennanum 2019 og þegar að það var ljóst að þarna væri þjóðarmorð að fara að eiga sér stað þá finnst mér sem safnstjóra alveg bráðnauðsynlegt að myndlistin stigi inn með einhverjum hætti og segi þessa sögu, komi með innlegg inn í þessa umræðu með tungumáli myndlistarinnar sem allt öðruvísi heldur en annað tungumál. Ég held að þú getur fengið fólk til þess að finna betur hvað á sér stað með myndlistinni heldur en að tala það bara. Hanna, hvað svona listakona þetta? Larissa Sansor listakona sem vinnur með og hefur unnið með mjög ólíka miðla og alveg allt frá málverki og síðan núna síðustu ár þá hefur hún verið lengi, hefur hún verið að gera nota kvikmyndamiðlinn í vídeóverk í ýmsum lengdum og það eru til verk sem eru kannski bara 5 mínútur og svo eru önnur verk sem eru 40 mínútur og hún að vinna að slíku verki núna og jafnvel verki fullri lengd, það mér skjallast ekki. Og hún starfar með manni sem heitir Sören Lind og hann heimspekingur og kvikmyndagerðarmaður og ljóðskáld og svona hennar samverkamaður þó að verkin séu hún listamaðurinn sem
er skrifið fyrir verkunum. Og það sem mér finnst mjög áhrifamikið þegar ég horfi á verkin hennar er að þetta er kona sem þekkir sorg með einhverjum svona marglaga hætti og hún getur fjallað sorg á mjög flókin hátt og sorg er mjög flóki fyrirbæri og það er erfitt að skilja það sem hún er að fást við ef maður hefur ekki sjálfur upplifað flókna sorg og hún er að tala sorg sem erfist og sorg sem breytir áföll sem breyta hún fjall sviperfðir hvernig áföll breyta tjáningu gena og tjáning genanna erfist til barnamanns og þannig erfist áfallið í svona hörmungum og styrjöldum og þjóðarmorðum og þjóðernishreinsunum ekki eingöngu í gegnum aðstæðurnar og uppeldi og það er aðstæður sem börn alast upp í heldum beinlínis í breyttri tjáningu erfðaefnisins sem þeir erfa og það er mjög sterkt í þessum verkum. Við berum ekki syndir forfæðurna heldur áföll forfæðurna. Já, og það er mjög sterkt í þessum myndum þessum tveimur verkum sem eru á sýningunni, líka sýningunni As If No Misfortune Had Occurred During the Night sem er ópera og hún Larissa kallar sviperfða óperu. Það er sviperfða óperu, epigenetics opera og það er það er svo sterk tilfinning fyrir því að vera í aðstæðum þar sem það er bara fortíðin. Nú heitir sýningin Fortíðin var aldrei hún aðeins sér. Fortíðin er yfirgnæfandi. Það er engin framtíð. Hún er ekki sýnileg. Hún er ekki, það er ekki hægt að einhvern veginn sjá fyrir sér að eiga framtíð. Af því að það er ekki boðið upp á það í þessum aðstæðum. Og þetta er mjög magnað að átta sig á því að kynslóð eftir kynslóð fæðist inn í aðstæður sem er ekki hægt að breyta til batnaðar. Eða það tekst ekki og þarna kemur inn og þetta finnst mér, ég held að þetta sé mjög sterkur þáttur í verkum palestínska listamanna, hvað sem þeir eru að fást við myndlist, óperu, ljóðlist eða kveikmyndir það er, og þannig kemur vísindaskáldskapurinn inn, það er að nota þær leiðir, þær aðferðir til þess að ímynda sér mögulegar framtíðir. Þetta finnst mér vera þessi tilfinning gagntók mig þegar ég sá verkin hennar í fyrsta sinn og sérstaklega kannski þessi tvö verk sem er á sýningunni í Reykjanesbænuna. Hversu mikil áhrif áföll forfeðranna hafa á okkur eða þau Já. Og að það sé ekki framtíð. Þetta er, maður fer sorgmæddur inn og sorgmæddur út frá listasafninu. Ég veit það ekki, ég myndi ekki segja það. Ég fyllist í rauninni lotningu þó að vonin sé í rauninni engin vegna þess bara að fjalla þetta með aðferðum listarinnar er, eins og vorum að tala hana, það er í rauninni mótspyrna, það er einhvers konar andspyrna sem að felst í því. En af því að hún er palestínskur listamaður, verður hún ekki að fjalla þetta? Er það ekki haldið að það sé þannig að ef maður er palestínumæður, þá er þetta svo stórt að þú kennst ekki þjá því en að fjalla þetta? Sko ég verð að segja alveg sama hvað þú myndir gera, það er alltaf túlkað út frá stöðu þjóðarinnar. Já, svona svolítið eins og þegar varst Íslendingur þá áttur að mála fjöll. Eða við þekkjum það nú þegar Björk og Sigurós fóru hringinn í viðtölin að þá var þeim ekkert boðið upp á aðra kosti en að vera bara alvatrúar og Íslendingar akkurat. Sprottið upp úr harðbílu landi í Hells og Ísa og ég guðma þetta hvað, það bara lifnuð alla 19. aldar klísjuna upp. En sko hún hefði getað valið sér líka að í rauninni hafna bakgrunni sínum vegna þess að hennar bakgrunni er sérst sá, eins og ég var alveg að segja er að hérna pappinar, hann flýði Palestínu sínum tíma, Bethlehem út af Ísrael
að sjálfsögðu, og hann flýði til Rússlands vegna þess að hann var úr kommunískum, hann var kommunískur aktivisti og og skilur eftir þar ástkonu sína sem að beið eftir honum alla ævi og hann hittir mömmunar Larísu í Rússlandi, þannig að mammuna er rússnesk og pappinar frá Palestínu, en síðan flytja þau tilbaka. Það er afleitt blanda í dag. Já, akkurat. Þannig að þetta er svolítið stórt hvað þú veluð er. Og þannig að hún síðan elst upp í Betlehem og síðan verða þau að sjálfsögða að flýja aftur. Og hún fer, þá er hún orðin komin á fullorðins aldur í rauninni og hún fer til Bandaríkjanna í framhaldsnám. Í School of Visual Arts sem að mjög margir íslenski listamenn hafa líka verið í og þar kynnist hún Sören og þeirra samstarf byrjar og þau eru hjón og þess vegna er talað hana sem dansk-palestískan listamann. En hún getur hún hefði getað hafnað þessu, hún hefði getað orðið dönsk eða bara svona alþjóðlega júrólistamaður ef hún vildi. Þannig hún hefur ekki dvalið mikið í Palestínu? Ekki sem, þau fara og það er stór fjölskylda sem er þar ennþá. En hún hefur ekki búið þar síðan 20. En hún er að fjalla stór mál eins og þetta með að áföll erfist í gegnum genamengið sem er kenning og var það ekki einhver rannsókn í Hollandi sem átti eiginlega að sýna fram á þetta? Þetta hefði gerst. Það verið fólk komið hingað við rauðaborðið og talað að við Íslendingar eru með svona áföll í gegnum vistaböndin sem við höfum bara aldrei unnið úr og ættu kannski að fara að horfast í augu við. Og því að þetta er svona fjallanir svona stórar svona kenningar, þá má ég bara spyrja ykkur, trúið þið að þetta sé svona að við göngum með áföll forfeður okkar bara í genunum? Ég held að það sé, ég held að það sé rétt. Ég fekk mikinn áhuga á þessu fyrir kannski svona 15 árum þegar ég fór að lesa myndi fyrsta sinn og þegar ef við bara horfum á okkur, ef ég til dæmis horfi bara á mína svona fjölskyldusögur, mínar fjölskyldusögur vegna þess að við eigum allt alveg hvert og eitt okkur ótrúlega marga og fjölbreytta fjölskyldusögur, það eru endalaus áföll. Ég á til dæmis mjög margar ömmur sem mistu næstu þjóðbörnu sín. Fættu gengu með og fættu 12 börn og mistu 8. Og það, barnsmissir er óbærileg sorg. Það fylgir óbærileg sorg sem fólk kemst aldrei yfir. Það er áfall sem erfist. Og erfist með, og svona, ég menn ekki, ég held að saga allar manneskjur geta fundið áföll og misalvarleg áföll að sjálfsögðu í sinni fjölskyldusögu og sögu sín samfélags og þau móta okkur með einsum hætti en þau móta okkur ekki bara eingöngu í uppeldi eða vegna reynslunar af þau móta okkur líka, þau mótast líka því hvernig gen foreldra okkar sem sagt breyttu eða tjáning genana breyttist. Hvernig virkar það? Er það þá svona bara beygluð að upplægi? Nei. Einhvern sárindi sem við kannski getum ekki snert í okkar lífi, heldur er það bara eitthvað sem kemur með áföll breyta ekki genunu sjálfu, er það menginu sjálfu. Það bara breytir því hvernig þetta því að gen geta tjáð sem einsum hætti og nú ætla ég að passa maður að fara ekki út í of vísindalegar umræður af því þá er ég ekki viss ég geti staðið fyrir því sem ég ætla að segja en það breytir því það hefur kannski áhrif á það hvernig sem sagt svona þessi segla sem getur verður til í fólki og fólk sem sett á langa áfallarsögu það verður oft til mikil segla í því. Þannig að það eru ekki endilega neikvæðar breytingar. Það eru ekki endilega neikvæð áhrif. Það er mikilvægt samt fyrir okkur að vita af því. Já. Við verum að vita hverju við erum. Við þurfum að gera það.
En ég er að spyrja þessu að því að þetta er lagt á borð í sýningunni, svona stórar, þetta er ekki svona gæti verið, já, eða ekki, hún er bara í alvörun að segja þetta. Já, já, þetta er bara titlinum. Og trúið þú því að við séum með Já, ég geri það. Áföllin? Já, ég held það. Ég las mjög góða grein fyrir nokkrum árum síðan eftir eina Sigurjón Baldur, prófessor í sagnafræði. Og hann setur fram þessa kenningu líka og alveg notana og þá í samhengi við áföllin sko í Vestmannaeyjum og hvernig það sá atburður hefur sem sagt erst í nýjar kynslóðir og hvernig bæði sjálfsmynd og hegðun og annað Vestmannaeyinga einhvern veginn miðast að þessum atburði einhvern veginn. Þannig að já, ég held að það sé alveg án þess að ég sé svo vísindalega heldur. Og þó svo að það séu fjölskyldur sem að raunverulega ræddu ekki áfallið. Já, Ég talaði eins og hérna við mann sem að hafi verið hluta þeim sem að fluttu hérna upp á land, ef ekki tilbaka. Já. Og það var aldrei rætt. Og ég var bara að ræða við hann um uppeldið og móður hans og hlera. Og hann fór að gráta. Já. Og hann kom á okkar svæði sem að hafði aldrei verið rætt um. Og það bara gusu upp tilfinningar og ég var svolítið veltið fyrir mér vegna þess að hann var svo ungur á þessum atburðum sem hann var að reyna að rifja upp. Að kannski er þetta bara dæmi um það að þetta sé í einhvern veginn svo djúpt í okkur áföllin. Ég held að það hafi líka verið Þetta var smítandi áföll foreldrarna þau smítast yfir á barnið. Smitast yfir á barnið, þau erfast líka til barnsins, þú veist, það er náttúrulega það sem hugmyndin sko epigenetics. En svo er þetta að það sem þú nefndir þarna núna, þetta náttúrulega þetta er mjög ríkt í íslensku samfélagi og alveg örugglega ekki eingöngu íslensku samfélagi, að það er bara þar til tiltölulega nýlega, þá var ekki talað sorg og missi. Það var ekki, ef barn lést í fjölskyldinu, þá var bara ekki rætt það. Og við gætum hugsað svona að því þú varst að nefna formaðiðinnar, að þegar við erum að lesa þetta, til dæmis í minni ætt voru 2 bræður sem hétu báður Guðmundur og það var vegna þess að það var bara verið að tryggja það að nafni næði fram, þannig að fólki gerði ráð fyrir það að yrði barnadauði og þau myndu missa það. Og þá er manni gjarnt frá nútíman að hugsa sér svo að barnsmissir var kannski bara minna mál í gamla daga. Ég held ekki. Þú kaupir það ekki? Ég kaupi það ekki. Ég hef verið þannig sögur af formæðurum mínum sem mistu börni sín að ég held að það sé ekki til í því og ég held að það skipti ekki máli hvar í heiminum þú missir barn. Það náttúrulega hefur alltaf mjög mikið að segja hvernig andlát, hvernig við missum ástvin okkar. En sko, þú veist, af því að nú erum við að tala um svona stærðargráðu áfalla og það sem Larissa er að fjalla í verkum sínum er af stærðargráðu sem við getum ekki sem manneskjur náð utanum. Það eru þjóðarmorð og landrán og ótrúlegur nýðinskapur og fólk setti í svona stöðu inn í samfélaginu sem svona ekki eins og second class borgarar heldur bara ekki til í rauninni. Og ég held að það sé mjög mikilvægt sem hún Helga kom hérna inn á áðan, hvernig listir miðla það sem listir gera og hafa oft verið eins og listahátíðir eru bæði á Íslandi og víðum heim, nota þar beinlínis til þess að skapa skilning, skapa tengsl. Ef þú alþjóðlega listahátíðir hafa það markmið hreinlega að skapa tengsl við listtjáningu annarra samfélaga. Og ef þú heillast af kuchipúti-dansi, sagði ég einhvern tímann þegar ég var á listahátíð fyrir löngu, þá eru meiri líkur á að þú svona tengir við aðra umfjöllun og aðra fréttir frá indversku samfélagi. Og þannig hefur listin mjög mikilvægt hlutverk að svona auka samhengð og samkennd.
opna fyrir það. Það pólitík og stundum það þannig að það ekki vilji fyrir að það gerist. Það John Adams, ameríska tónskáldið, samdi Death of Klinghoffer átök Ísraelsmanna og palestínumanna, stórkostleg ópera. Hún fæst ekki uppsetta því það bara rís upp mótmæli úr gyðingasamfélaginu sem bara kemur í veg fyrir það. Hún eiginlega sáralítið sett upp og bara heldur tvisvar í Bandaríkjunum og bæði við töluverða erfiðleika sem það var sett upp. Hvað með sýningu á þessu verki? Þessu mótmælt þetta sett upp? Nei. Ég svo heppin að mitt bæjarfélag, það treysti mér. Ég ekki að segja hér, en kannski væri möguleiki að setja þetta upp til dæmis í Bretlandi, þar sem að Ísrael lobbyiði sterkt og eða í Bandaríkjunum inn í New York. Hún hefur náttúrulega sýnt bæði í MoMA og Tate Modern. Já, akkurat. Þannig það verður ekki mótmæli að þarna sé áróður á ferð. Það gæti náttúrulega gerst, akkurat. En það hefur ekki gerst hingað til. Það hefur ekki gerst. Hún náttúrulega orðin líka eitthvað svona stærð sem að erfitt að hjóli í, sko. Og en það má alveg búast við því eins og staðin í dag að það muni gerast. Það erfitt að finna það sjónarhorn á verkin hennar vegna þess að hún er að fjalla missi fólks. Hún er ekki að tala Ísrael. Hún segir ekki landrán. Nei, hún það ekki fólk með lyklana sína hangandi hálsinn. Og í verkinu In Vitro. Hún hefur verið að vissu gert verk sem þar sem hún fer að vegnum og þetta heitir Cowboy Boncho og eitthvað slíkt, sko, þar sem hún meðar á vegginn, sko. Það eru nokkrar þannig, en það eru styttri og miklu eldri verk. Þetta orðið miklu meira marglaga í dag. Já. Og þarna kemur líka þessi vísindaskaldskapur sem svona sterkur þáttur í verkun In Vitro. Það sem hún sér fyrir sér, setur verið fram fyrir okkur hugmynd, framtíðarhugmynd sko neðanjarðar kjarnarkljúf sem var sprengtur upp og eyddi öllu lífi á yfirborði jarðar og fólk lifir neðanjarðar og er að rækta útsæði til að endurlífga jörðina og það engin, ég veit ekki hvaða sjónarhorn myndi gera ykkur kleift að fjalla þetta sem antisemitism, það það náttúrulega. Ég veit ekki nema bara það hún sýnir bókstaflega hvernig þetta átti sér stað. Nema í myndinni þá þetta vistmorð einhvers konar sem á sér stað. En það náttúrulega, ef þú ert síanisti þá væntanlega getur þú túlkað þannig, sko, bara mjög auðveldlega. Og ég veit að minn smiður gerir það. Og hann nú ekki síanisti, heldur bara að þetta væri einhvers konar lýsing einhver sönnlýsing á atburðum líðandi stundar. Já. Yfirskriðinni, fortíðin var aldrei, hún aðeins Er það nafnið á óperunni? Nei. Það nafnið á myndinni? Sýningunni, titillinn á sýningunni. Sýningunni. Það sem á að ná yfir þetta hvort vekja. Þetta setning frá henni eða eitthvað? Já, þetta setning sem kemur fram í In Vitro. Þá í rauninni Larissa sjálf í hlutverki að ræða við eldri konu sem man eftir yfirborðinu. Og hún sem ung kona sem bara fæðist í böngurnum í rauninni. Hún segir, sko, mína minningar eru ekki þínar. Fortíðin var aldrei hún aðeins Þannig að þetta svona, þær eru að takast á einmitt þetta, hvort að Larissa þá sem yngri kona, hvort að hún sé að erfa tráma þessari eldri konu, þó að Larissa hefði aldrei komið á yfirborðið. Fjallar einhvern veginn þannig framtíð barns sem fæðist inn í barn sem fæðist inn í þessar aðstæður möguleika á framtíð sem á því að ber ekki þessa sorg með sér inn í framtíðina. Það hægt? Er hægt að ímynda sér framtíð þar sem Palestína skilgreind af öðru en þessari fortíð og þessari þjáningu.
Það var nú hérna í baráttu svartra í Suður Afríku, þá var það svona tímamót þegar var orðað in our time. Já. Og það breytti öllu, af því þá var til framtíð sem ekki svona óljóst fyrirbrigði kannski ef að í einhverjum góðsagnanlegum, en með því að orða það þannig að þetta gerist í okkar tíma. Já, einmitt. Að þá var til framtíð og breyttist baráttan. En þessi setning, sko, hún mætti eiginlega bara vera eiginlega fortíðina eins og hún er náttúrulega ekki til. Það er bara okkar mynd af fortíðinni sem er til og hún er síkvik, hún er alveg að kvik eins og framtíðin, fortíðin. Við semjum hana hverjum degi. Algjörlega. Ekki? Er það en ópera, semur hún músík og texta og... Nei. Nú? Nei. Og hvað gerir hún? Ef þetta er ópera á hennar vegum og hún semur hvorki textan hérna... Já, sko, hún setur fram hérna listrænu sín og sem sagt heldur utanum fagurfræðilegt inntak verksins. En fær með sér til samvinnu tónskáld og hún leggur honum til sem sagt verk eftir Mahler og hvað eftir Mahler? Kindin tóðin líta. Já, og sem sagt það er blandað saman við palestínsk þjóðlag. Þannig að þetta er í rauninni þetta er einhvers konar fusion af því og þetta, ég skrifaði það nú niður. Tónskáldið, hann er frá Líbanon og hann heitir Anthony Shon. Og þetta er sungið af Noor Darwish sem er palestinskur óperan, sópran óperan. Sem kemur hingað til að flytja þetta? Nei, þetta er sem sagt, þetta er kvikmynd. Þetta er kvikmynd? Já, á risaskjá. En er kvikmynd af henni að syngja eða þetta er ekki hljóðrás? Nei, þetta er kvikmynd af henni að syngja. Þannig að viðburðurinn sem er skrásettur með kvikmyndinni er þessi söngur? Já, og þetta á sér staðinn í yfirgefinni kapellu og sem sagt Larissa sjálf, hún er kristin, palestínumaður og þarna er bæði verið að yfirgefa náttúrulega kristindóminni sjálfur sér, hann er dáinn hana og barnið hennar er dáið, jörðin hennar er dáinn og þjóðin hennar er dáinn og þannig að þetta er harmsaga algjör og það er engin von einhvern veginn í þarna og þetta er 22. Þetta er síðan þetta sko þetta er sett upp, þetta er alveg 28 mínútur, þetta er sett upp eins og þegar þú ferð á óperu þá er alltaf textinn á sett á svona litlum skjá og það er þannig að textinn er á arabísku og ensku og þannig að við getum fylgst með áhorfendur geta fylgst með textanum sem er mjög áhrifamikill og þetta er alveg magnað óperuverk fyrir mig sem er mikil óperu unnandi og gríðarlega falleg sko, af því að leið og verkin fjalla hörmungar og sorg og missi þá eru þau alveg gríðarlega falleg og stórkostlega allt frá öll tæknileg nálgun og svona fagurfræði myndinni. En á hverju er það fallegt sorg eiginlega þegar allt er farið? Á hverju er það maðurinn er svona fallegur þegar hann er bara búinn að gefast algjörlega upp? Ég er ekki viss. Þetta stendur á þessari fegurð. Ég veit ekki hvort það er endilega. Í Mahler og svona, þetta er óbærilega falleg músík. Það fjallar bara botnlausa sorg. Kannski til þess að það er mikilvægt að hugsa sorg. Vegna þess að þegar maður stendur frammi fyrir sorg þá er nauðsynlegt að finna leiðir til að setja henni samhengi og það er hluti af því að vinna sig út úr sorginni og ef allir listamenn sem fjalla sorg gera það bara á ofsalega ljótan og leiðilegan hátt þá sækjum við ekki endilega í það. Ég meina það verður að vera hægt að fjalla mannlega tilfinningar með nægilega fíngerðum og blæbrigðaríkum hætti til að við getum meðtekið efnið til þess að, ég meina, er það ekki?
Ég er bara verið að velta fyrir því svona almennt. Myndir þú hlusta á Mahler? Af hverju maðurinn er fallegur í sorg og uppgjöf en svona anstæðilega ljótur í gorgir og sigri? Já. Ég tala stundum við fólk frá Palestínu og það er eitthvað fallegt við að hvernig þau horfa á hörmungar sem eru að gangi í gegnum og hvernig við halda voninu og eitthvað fleira. Svo heyrir maður í talsmönnum ríkisstjórnar Ísraels og það er ekki fegurð í því, sko. Bara gorgirinn og anstæðilegasta sem að maðurinn býr yfir. Já, það er eitthvað annað. Það er ekki... Það er eitthvað annað sem ég næ engri tengingu við en hérna... Ég held þetta sé bara eitthvað svona, sko, með uppgjöfinni, þá einhvern veginn rennur saman einhvern veginn inn í, sko, sammannlegar tilfinningar, meðan að þú hugsar stjórn Ísrael og hérna í rauninni bara óskiljanlega að svo veriðist vera sem að bara fólkið í Ísrael styður þetta og finnst í rauninni ekki vera nógbarið á Palestínumönnum. Það er líka mannlegt. Við erum hættulega skepnur, sko. En sko þetta er einhvern veginn ég tengi það einhvern veginn við sko bæði hræðslu og hvernig þetta er vegna þess að þetta er svo viðkvæmt og þetta er ekki sjálfbært og þetta getur ekki lifað. Og það er eitthvað sem að í rauninni er ekki endilega eitthvað svona rosalega ljúfsárt eða eitthvað svona slikt sem að er svo auðvelt að tengja við sem manneskja. Og þú ert ekki afvopnaður vegna þess að þú ert að búa til einhverja sögu. Já, ég held að segja satt mikilvægt sko að hérna þessi, ef við bara förum aftur tilbaka í verkinu hennar Larisu á þessari sýningu í Reykjanesbæ er að sko þau eru ekki ljúfsár. Sko þegar, ég meina þau eru sett í ótrúlega... Ljúfsár þá þyrfti að vera eins og svona nostalgíst. Já, það er alls þetta var vont orð. Það er alls ekki slíka, nei ég bara, vonandi erum við ekki að tjá það. Það var því að það er alls ekki. En ég meina, hún setur, þú veist, hennar sviðsetning er mjög áhrifamikil. Og hérna, hvort hún vil segja að hún sé falleg eða áhrifamikil, við eigum fleiri orð til að tjá það sem við sjáum og það sem við upplifum. En ég meina það er kannski þannig að það hefur áhrif að horfa á þessar myndir og vegna þess að verkin eru svo djúpt hugsuð. Við fáum tækifæri til þess að velta fyrir okkur sorgum og áföllum á mjög margvíslegan hátt. Og það er ekki þegar ég segi lýsi þeim sem fallegum þessum verkum, þá er það ekki einföld fegurð, sko. Hún er mjög flókin þessi fegurð og kannski marglaga og það hvernig hún nálgast það að tala um sorgina, sko, og áföll. Herðu, vídeóverk, það var í listasafninu The Clock eftir Kristján Markley og ég held að sé Visitors eftir Ragnar Kjartarsson sé á Akureyri. Nei, ekki núna. Ekki núna, ég fannst eitthvað þá var það verið bara gaman, ég sá það eitthvað á... Ég held að það verið fyrir 2 árum, getur það ekki verið? Netið er stundum tímalust. Já. Hvað, þetta er náttúrulega stór og margfræg verk, er það sem maður má sjá hjá ykkur og svona, nú ætla ég að spyrja svona aðsnarlega, sko, og kalibrið þetta? Þetta er á herra kalibrið, mun tilkomi meira á. Þá meira er þetta jafnt svona frægt og viðurkennt og þessi verk? Já. Larisa, við erum að tala um svona verk sem lenda á listum yfir sko merkustu listaverk þessar aldar. The Clock var nú líka á Feneyja tvöringnum á sínum tíma. Larisa Sansúr náttúrulega fekk alveg gríðarlega jákvæða umfjöllun danska skálan á Feneyja tvöringnum 2019 þegar hún var fulltrúi Dana þar og gerði þetta verk in vitro meðal annars og hún hefur sýnt í MoMA í New York og hún hefur sýnt í Tate Modern í London og Reykjanesbæ og Reykjanesbæ, listasafni Reykjanesbæjar og svona þú veist mjög Amox Rex líka í vetur og Gautaborg og er að fara að sýna líka í Kaupmannahöfn í haust þannig að
við erum í góðum félagskap. Já, til hamingju með það að náð svona stóri listakonu og stóru verkum. Það ekki alveg gefið hvernig maður á að leika listasafn í Reykjanesbæ. Nei, mér finnst hins vegar sko, við erum eitt fjölbreytasta samfélag á landinu í Reykjanesbæ og mikið arabum þar og fólki sem talar arabísku og þau eru partur af samfélaginu. Þannig að þetta sýning líka sem að kemur við íbúa Reykjanesbæjar og síðan líka fyrir utan það. Þá þetta svæði náttúrulega búið að vera gangi gegnum sko ákveðnar hörmungar með Grindavík og annað. Og að setja upp sýningu með Laresu inn á svæði með þennan fjölbreytileika og líka með og það sem að hörmungar hafa nýtunið yfir bara mjög, mjög viðeigandi. Þetta búin að vera lengi í samstöri? 5,5 ár. 5,5 ár. Ég alltaf á leiðinni, ég eins og oft það ekki að fólki sem alltaf á leiðinni í ræktina og leiðinni að reykja, ég alltaf á leiðinni, ég búin að missa mörgu sýningum hana, Stengri með Eyfjörð Já, akkurat. En ég bara ekki að Snorra, Ásmundsinni. Já, Snorra. Já, það var nú svolítið pólitísk sýning. Þetta svolítið stórar mikla sýningar, þannig þetta svona metnaðarfullt safn. Já, ég vil náttúrulega bara gera mitt allra besta og setja fram. Þannig engin svona minnumáttakend að vera svona utan höfuðborgarsvæðisins? Nei, ég ætla bara að segja eitt. Ég bjó í París í 10 ár og það alveg á hreinu og það vita það allir, þeir sem að búið hafa erlendis, að í rauninni það sem mest spennandi, það alltaf á periferikunum. Og þú veist, það alltaf fyrir utan og það ekki fyrir það búið að vera fyrir utan að það kemur inn í miðjuna. Þannig að París búið að reynda skipuleggja borgina sína þannig að ef það þarf að byggja yfir symfóníuna að gera það í hverfi þar sem að þarf á upplýftingu að halda. Það eins og við hefum sett Hörpun upp í Breiðholt. Það væri svona Parísar línan. Já, algjörlega. Og listasafnið kannski í Reykjanesbæ. Já. Listasafn Íslands. Já. Mér finnst kannski svolítið jafnvel hæp. Ég meina Reykjanes náttúrulega hluti að þessu raun og veru sérstaklega sko svona þessum borgarsvæða eða svæðisborga hugmyndum og ef þú hugsar sem sagt Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðið og hugsar upp í Borgarnes og raun og veru, Reykjanes líka. Á milli Hvítan þetta stundu sagt, það býr 85% af þjóðinni. Já. Á milli Hvítá í Borgarfirði og Hvítá sem rennur í Ölfusá. En þar fyrir utan þá náttúrulega bara mjög fjölbreytt og blæbrigðaríkt og vandað menningarstarf allstaðar á landinu og mjög víða í smáum og litlum stöðum. Það samt ákvörðun að safnið skal vera bara ekki með neina minnumáttakend. Nei, en þetta líka, mér finnst það bara eiga, þú veist, að vera þannig líka bara með þetta samfélag sérstaklega. Þetta ekki borgarlegt samfélag. Þau eru framsækin, þau eru með alls konar áskoranir sem að aðrir eru ekki með og þannig finnst mér einhvern veginn mikilvægt að vinna fyrir safnið. Hver á safnið? Fólkið, þetta Reykjanesbær. Já, það sérst þú heyrir undir bæjarstjórn. Já. En það ekki eins og oft út á landi, nú ætla ég bara að flagga svona fordómum að fulltrúi, formaðurinn í menningarnefndinni með frænkans hefur nú aldrei verið duglega að mála á svona, ekki þetta skjóta henni aðeins inn? Nei. Akkur alltaf verið að fyrir okkur útlýting, akkur ekki með sýningar og okkar listafólki? Ég hef alveg þetta kemur að sjálfsögðu upp í svona samfélagi. En bæjarstjórn og stjórn safnsins, þau hafa ákveðið að það sé betra að láta fagfólki ráða þessu. Þau eru bara nokkuð ána með þetta að vera með samtímalistasafn sem lætur í sig heyra og ekkert svona að færa sig tilbaka, enda það algjörlega ástæðulaust. Við erum með eina flottustu sýningarsali landsins og þangað vil ég bara setja upp og bjóða mikilvægar sýningar sem að gera þetta af áfangastað. Það ekkert mála að keyra í 40 mínútur til þess að koma til Reykjanesbæjar. Langar líka kannski í þessu tilfelli, í þessu samhengi að bæta því við að hvort sem söfn eru stór eða lítil, ef þau eru fjármögnuð með opinberu fé, með skattfé
og þú veist, þá skiptir náttúrulega mjög miklu máli að þau bjóðu upp á breiða sýningadagskrá sem höfðar til þess breiða fólk sem býr allstaðar í öllum samfélögum og þá í tilfelli Reykjanesbæjar þá þýðir það að hafa sýningar á verkum í safneign, sýningar á verkum listamanna sem búa á svæðinu, sýningar á verkum listamanna sem búa annar staðar á Íslandi og sýningar á verkum alþjóðlegra listamanna. Og þessi sýning er byrjuð og verður í allt sumar? Já, hún verður til 17. ágúst og við ætlum að ljúka þessu með alveg svakalegum viðburði og hann verður haldinn í Hljómahöll en þá ætla Larissa að koma og við ætlum að sýna þá 3 myndir eftir hana og síðan verður Q&A á eftir og við ætlum að bjóða allir í ríkisstjórninni að koma. Okkur finnst mjög mikilvægt að þau kynni sér þessi verk og kannski að þau tengi eitthvað betur við þetta svæði og eftir, ég held að veiti nú ekki af akkurat núna. Ég nefndi þarna Death of Klinghoffer, ég hef lagt það til að ríkisstjórnir myndu sína hana, ég held að það sé bara hollt út af þessum átökum sem eru þarna. Algjörlega. Því að það er margt í gegnum listina sem við getum fengið, sem við bara getum ekki fengið með öðrum hætti. Við getum ekki hort á YouTube myndbönd til fullröð þekkingar sem tala kannski bara við hausinn á okkur. Heldur þurfum við að og þá er ekki að tala bara með hjarta til þess að finna til tilfinninguna eða gera grátið, við getum alveg grátið yfir ykkur, en það er listin snertir okkur, kannski nær og svo djúpt að hún nær inn í þessa genabreyttu áfall sem við gangum með. Herðu, Hanna og Helga, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá merkilegri sýningu. Og þótt að ég hafi verið að barma mér að aldrei finna tækifæri til þess að gera á sýningar, þá hvet ég fólk til þess að gera það. Það er þetta, ef þið búið í bænum, þá getið þið farið á sýninguna, en ef þið búið í Reykjanesbæri, þá er þetta enn frekar að fara og njóta þeirra menningar sem hefur verið dregin af ykkar fjörur. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.